Hér kemur skrítið og skemmtilegt kvæði sem heitir Smalasaga. En það segir frá þeim Jóni, Dóna og Skjóna. Á Hóli var bóndi sem hét bara Jón, átti hund sem hann kallaði Dóna. Og brúnskjóttan klár sem var knárri en ljón, og hann kallaði hann auðvitað Skjóna. Æ, æ, voru þeir þjóna. Og Jón þekkti Skjóna og Skjóni Jón, og Skjóni og Jón þekktu Dóna. En sagan þó tæplega ennþá öll, því að eitt sinn þeir fóru að smala. En Jón átti kindur sem klifu í fjöll, þeir kannast við slíkt til dala. Hó, 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 heyrðist Jón tala. Og hóa og síga með hárist og köll, en úr hlutverk allra smala. Sá hávað og læti og öll þessi óp, það átti ekki vel við hann Dóna. Hann sá enga skepnu og skildi þau hróp, en skyldunni vildi hann þjóna. Jón kvað á Jón, Jón satt á Skjóna. Svo Dóni varð gramur og greyið hljóp, og glefsað í hælið á Skjóna. Þá sett hann upp endan eins æfur og ljón, en alls ekki Dóna þó hitti. En veit nokkur annars hvað varðum hann Jón? Nei, var það furða hann dýtti. Jón kvað á Jón, Jón niður í pytti. Að horfa á hann var ekki áfengleg sjón, með höfuðið niðri við mitti. Hann sauð þarna kveljur en sagði nú fátt, þeir sáu það Dóni og Skjóni, að það var nú Svarri og suðvestanátt að síga í skapið á Jóni. Hæ, hæ, ó, haldið hann brjóni. Því á skelfingar og skufa skapið grátt í Skjóna og Dóna og Jóni. En Jón stökk á fætur eins léttur og ljón, þá lippaði skottið á Dóna. Svo reidd hann upp svipuna, reiður hann Jón, og rykkti í tauminn á Skjóna. Hæ, hæ, ó, hann fór að prjóna. Því Skjóni var Skjóni þótt Jón væri Jón, og Jón ætti auðvitað Skjóna. Svo skánaði geðið, Jón skaut sér á bak á Skjóna og kallað á Dóna. Úr buxum Jóns vastraumur beljað og lag báðar síður á Skjóna. Æ, æ, ó, ofan í skóna. Sagan ei fyndin og fyrir tak flónin Jón, Dóna og Skjóna. Komiði sæl og blessuð. Litla flugan ætlar að þessu sinni að syngja með sjálfri sér nokkur lög og ljóð sem hvert mannsbarn þekkir og handfjalla leið í huganum appelsínugult plötuumslag með mynd af manni á axlaböndum. Platan Bessi Bjarnason syngur hinnar góðkunnu barnavísur Stefáns Jónssonar kom út árið 1969 og varð fljótt afar vinsæl. Fór þar saman snilld Stefáns, höfundar vísnanna þá Ara og Gutta og alla hinna, músikleikni Magnúsar Péturssonar píanóleikara sem útsetti tónlistina, æfði upp barnakórinn og stjórnaði hljómsveitinni og svo auðvitað meistaralegur flutningur Bessa Bjarnasonar, einhvers dáðasta leikara þjóðarinnar fyrr og síðar. Sjáuði krakkar, þarna kemur að Bessi. Sæli krakkar, hvað skelfilegu gauragangur er þetta í ykkur? Bessi, Já, hvað var það? viltu segja okkur sögu? Sögu?
Ég segi engum krökkum sögu sem alltaf eru með æsl og læti. En ef við lofum að vera stillt og prúð. Já, kannski ég segi ykkur sögun hann Stutta Jón og hana Gunnu. Já, segðu okkur frá þeim. Já, viltu gera það? Já, þá er líka steinþegja á meðan. Við skulum þegja viltu frá þeim segja, hætta öllu misi og þysi. Hér kemur sagum krakkaflón sem kannski fáir unna. Strák sem nefnist Stutti Jón og stelpur heitir Gunna. Við skulum þegja viltu frá þeim segja, hætta öllu misi og þysi. Að strákurinn sé stærðarfól stelpan oft að hugsum og stelpan í stuttum kjól en strákurinn í buxum. Við skulum þegja viltu frá þeim segja, hætta öllu misi og þysi. Það bara aðeins eitt sem ekkert við þau hlífast, því alla daga yfirleitt þau einhver tíma rífast. Við skulum þegja viltu frá þeim segja, hætta öllu misi og þysi. Þau voru eitt sinn afar heit og upp af reiði brunnu. Stutti Jón í stríðni beit í stóru tán á Gunnu. Við skulum þegja viltu frá þeim segja, hætta öllu misi og þysi. Þá varð hún alveg eins og ljón og æpti, þú ert óni! Og náði strax í stóran prjón og stakk í nef á Jóni. Við skulum þegja viltu frá þeim segja, hætta öllu misi og þysi. En þá tók amma á sig rögg svo í þeim læðist gassinn, því 44 högg hún flengdi hvort á rassinn. Við skulum þegja viltu frá þeim segja, hætta öllu misi og þysi. Já, illa fyrir öllum fer sem ærsli bara kunna, en nú kannski einhver hér af ykkur Jón og Gunna. Þó svo væri, elsku Bessi kæri, aldrei mundu segjum en þegjum. Bessi Bjarnason var fyrir löngu komin í guðatölu meðal íslenskara barna þegar plata hans með vísum Stefáns Jónssonar kom út 1969. Það var Svavar Gests sem hélt upp á 5 ára afmæli SG-hljómplatna með því að fá Bessa til að syngja inn á þessa plötu. Hún ein af fyrstu stóru barnaplötunum sem komu út hérlendis og féll í afar frjóan jarðveg, enda kunni nánast hvert mannsbarn á þessum tíma einhverjar af vísum Stefáns Jónssonar. Stefán var borgfirðingur að ætt og uppruna en kenndi alla tíð við Austurbæjarskólann í Reykjavík. Hann þótti afburðakennari og hafði afar næma tilfinningu fyrir börnum. Hann sagði þeim sögur og ævintýri, bæði í lausu máli og bundnu, en alls skrifaði Stefán Jónsson ríflega 30 bækur meðfram kennslunni. Frægastar þeirra eru án efa sögurnar Hjalta litla, en líklega eru það þó vísur Stefáns sem eiga eftir að lifa lengst. Sögu vil ég segja stutta sem að ég hef nýskeð frétt. Reyndar þekkið þið hann Gutta, það alveg rétt. Óþekkur ætíð ánginn sá, út bæinn stekkur hann og hoppar til og frá. Mömmu sinni unir aldrei hjá, eða gegnir pappa sínum, nei, það frá. Allan daginn út bæinn, eilíf heyrast köll í þeim. Gutti, 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 komdu heim.
Andlitið á þeim stutta, oft sem rennblautt moldarflag. Mætt orðin mammans gutta, mælir oft á dag. Hvað varst þú að gera, gutti minn? Geturðu aldrei skammast þín að koma svona inn? Réttast væri að flengja ræfilinn. Reifstu svona buxurnar og nýja jakkan þinn. Þú skalt ekki þræta, gutti, það ekki nokkur vörn. Almáttugur en sú mæða að eiga svona börn. Gutti aldrei gegnir þessu, gretti sig og bara hlær. Orðið nærði að einni klessu undir bíl í gær. Og ná vegg í dag hann datt, drottni minn og stuttanefið, það var alveg flatt. Eins og pönnukaka það satt. Ó já, fyrir ver og miður, þetta var svo bratt. Nú guttanefið snúið, nú má hafa það á tröll. Nú kvæðið næstum búið, nú sagan öll. Bessi Bjarnason söng söguna af Gutta, ljóð Stefáns Jónssonar barnakennara, við lag 18. aldar söngvaskáldsins Bellmans. Magnús Pétursson útsetti og lék á píanó. Þetta voru nú mennirnir sem mótuðu æsku umsjónarmanns og annarra af hans kynslóð. Stefán Jónsson barnakennari í Austurbæjarskóla, Magnús Pétursson barnakennari í Melaskóla og svo leikarinn Snjalli Bessi Bjarnason. Í hugum þeirra barna sem nú eru á miðjum aldri Bessi aldrei annað en mikið refur. Svo samofinn var hann hlutverki sínu í Dýrunum í Hálsaskógi, þar sem hann elti Árna Tryggvason, öðru nafni Lilla Klifumús, hring eftir hring upp og niður tré án þess að ná honum nokkur tíman. Dýrin í Hálsaskógi voru leiktjöld æsku okkar og margir fengu að sjá og heyra Mikka og Lilla í eigin persónum á sviði Þjóðleikhússins, en þeir sem ekki komust þangað kynntust undraheimi Torbjörns Egner af hljómplötum. Við hverfum nú stund inn í Hálsaskóg og heilsum upp á Téðafélaga, Lilla Klifurmús og Mikka Ref. Árið 1966. Hér mætir mikil sjá með mjóa kló á tá og mjúkan pels og merkisvip sem ekta bokka fá. Ég ligg í leini þétt við lágan runn og klött. Ef líkt ég finn hver lítil mús löngum illa sett. Ég kalla gagni kló í músaskinni. Þá hverf ég gemja brauð úr tínu þinni. Ef mísla neitar mér og máski stippast fer, 1 og 2 og 3 og þá með þökk hún étin Þá veiði för ég fer og frakkan rauða ber. Hinn minni dýr mörk og fjall, þá mega gáa sér. Þau skjálfa eins og urt í ógn og flýja burt. Því marga sagnum mína slægt þau munu hafa spurt. En í mosa músar til ég greini. Sjá Martin kalli læðist þar hjá steini. Hver hafi hljótt sig, en hérna fel ég mig. Hið litla motna músagrey nú mætti vara sig. Ó, hjálpi mér, þetta sé ég skottuðarefnum. Já, nú skal ég ná í þið, Lilli Klifur. Stoppaðu, Lilli, stoppaðu, farðu ekki með tréð þarna. Músaræksni. Mikið það sorglegt að refir skuli ekki geta klifrað í trjá. Bíðu bara, ég skal ná þér þótt síðaverði, bíddu bara. Hvað heldur ég þurfa að bíða lengi eftir því, Mikki? Ég ætla að sitja hér þangað til þú dettur niður, þó ég þurfa að sitja hér í heila viku. Já, það langur tími. Ég hef nógan tíma. Þá ég nú að hugsa að búa til smá vísu á meðan ég býð. Heyrðu, Mikki?
Ertu þarna? Já, komdu niður ef þú vilt tala við mig. Nei, mér fellur betur að vera hérna uppi. Ég ætlaði bara að spyrja þig daldið. Spurðu þá. Ég ætlaði bara að spyrja þig hvort ég væri það nokkuð á móti skap eða ég raulaði svolítið á meðan við bíðum. Nei, gjörðu svo vel. Sýndu eins og þið listin, ég finnst bara gaman að því. Þetta segi ég ásettur ráði. Því þegar hann fyrir að syngja geta hann gleymt sér og dotti niður. Lilli, syngdu bara. Já, það er ekkert víst að þér finnist vísurnar skemmtilegar. Nó, því ekki það. Æ, þær eru dálítið sorglegar, sérstaklega fyrir refi. Ég rauna kvæði refit sem hér býr. Í græðgi vill hann gleypa hinn góðu skógardýr. Já, þetta sorgarsöngur víst í sagan illa fer. Því hæfallir af fatti rullan ræ og verstur endir Einn dag hann var á veiðum hvar voru músahús. Þá rak hann gular glyrnur í gráa litla mús. Ég tek þig, sagði tæfa þá, upp trjábolmúsin rann. Hæfallir af fatti rullan ræ, hún fylsni örugt fann. Þá varð hann súr á svipinn og sagði gott hjá þér. En bíddu bara góða, ég bíða skal þín hér. Svo tautar hann við sjálfan sig, þú síðst að leikinn átt. Hæfallir af fatti rullan ræ, hún bröltir niður brátt. En mikki mátti bíða og músin engu kveið. Þú heyra skalt hvað skeði hjá skröggarvikan leið. Þá hungrið alveg ærðan og enga veitti ró. Hæfallir af fatti rullan ræ, hann datt koll og dó. Var þetta ekki skemmtilegt kvæði, Mikki? Þetta er það mesta bull sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Já, þá hefur nú ekki mikið vit og skaldskap. Ég skil allt sem ég kæri mig að skilja. Og nú borða ég þig bráðum upp til agna. Æ, ertu svona voðalega svangur. Ég skal gefa það hérna svolítið þegar maður býður. Nú, hvað er það? Og hendi ég í hann köngli. Ef þú hættir þess ekki Lilli þá, eða... Eða hvað? Ekkert. Heyrðu Mikki? Já. Nú skal ég syngja aðra vísu fyrir þér sem að mamma mín kendi mig þegar ég var lítill. Ef til vill fellur hún þér betur en kvæði sem ég söng áðan. Það er vögguvísa. Dvel ég í draumahöll og dagana lofa. Litlar mísum löndin öll liggja nú og sofa. Sígur ró á djúp og dal, dýr til hvílu ganga. Einnig sofna skolli skal með skottið undir vanga. Fannst þér þetta ekki falleg vísa? Já, ekki sem mest. Á ég að syngja hann aftur? Já, þú getur gert það. Dvel ég í draumahöll og dagana lofa. Litlar mísum löndin öll liggja nú og sofa. Sígur ró á djúp og dal, dýr til hvílu ganga. Einnig sofna skolli skal með skottið undir vanga.
ég syngja meira fyrir þér, Refur? Er hann sofnaður? Já, mér datt það í hug. Þá er best að forða sig. Þetta var falleg vísa sem varst að syngja á þann. Lilli, ég vil gjarnan heyra hann aftur. Herru Lilli, láttu ekki eins og þú sért ekki þarna, ég sé þig vel. Svona. Hvert í logandi, nú hefur enn verið leikið á mig. Mús og skömmu lét mig sofna. Jæja, þá fer ég bara til Hérastubbs bakara og borða allar kökurnar hans. Þarna fóru einhverjir bestu leikfélagar sem íslensk börn hafa eignast, Mikki Refur og Lilli Klifurmús, úr barnaleikriti Torbjörns Egner dýrunum í Hálsaskógi. Bessi Bjarnason og Árni Tryggvason voru þarna í ógleymanlegum hlutverkum sínum sem varðveitast aldur og ævi á hljómplötunni sem var hljóðrituð hjá Ríkisútvarpinu í desember 1966 og gefin út hjá SG útgáfunni. Tilsvör Mikka Refs í eldingaleiknum við Lilla sem aldrei tók enda urðu mörg hver fleig og lifa enn góðu lífi á vörum landsmanna. Setningar á borð við látt ekki eins og þú sért ekki þarna, ég sé þig vel. Þetta er það mesta bull sem ég hef nokkuð tíman heyrt. Þegiðu bara, ég skal ná þér þótt síðar verði og afi þinn er rugludallur. Það var Hulda Valdísdóttir sem þýddi leikritið, Kristján frá Djúpalæk þýddi söngtekstana og Karl Billy útsetti, lék á píanóið og stjórnaði leikhúshljómsveitinni. En tónlistina samti höfundur leikritsins Torbjörn Egner í samvinnu við Kristján Hartmann. Bessi Bjarnason fór á kostum sem ræningin Jónatan í Kardimamubænum þegar hann var frumsýndur árið 1960 og sigraði síðan hvert mannsbarn sem Mikki Refur í dýrunum í Hálsaskógi á sviði Þjóðleikhússins 1962. Og ekki minnkuðu nú vinsaldir Bessa þegar leikritin voru gefin út á hljómplötum 1967 og 70. Hinn heimsfræga Björk hefur marg lýst því yfir að Torbjörn Egner sé einn af hennar fyrstu og helstu áhrifavöldum í tónlist. En sjálfsagt voru nú margir foreldrar búnir að fá sig fullsatta af Bessa og félögum þegar þeir snerust hring eftir hring eftir hring eftir hring á plötuspilurum barnanna. En við skulum skreppa næst í Kardimamubæinn og heilsa þar upp á ræningjana 3, Kasper, Jesper og Jónatan. Hvar er húan mín, hvar er heppan mín, hvar er falska gamla fjöragata flautan mín, hvar er úrið mitt, hvar er hett og hitt, hvar er bláa skyldan trefillinn á beltið mitt, ég er vissum að það var hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, Sérðu þráð og nál, sérðu hnífinn, sérðu diskinn og með drykkjarmál. sérðu pottana, Orsaka spottana, sérðu hefti sem ég las hottinn pottana. ég er vissum að það var hér allt í gær. Sérðu töskuna, Sérðu flöskuna, sérðu eldinn, sérðu reykinn, sérðu öskuna. hvar er peysan blá, Hvar er vingjan smá, hvar er flísin sem ég stakk í mína stóru tá. ég er vissum að það var hér allt í gær. Hvar er hárgreiðan, Hvar er eldspýtan, hvar er Kasper, hvar er Jesper, hvar er Jónatan. þetta er ljótt að sjá, alltaf leita má. Hvar er kerti sem við erðum henni ömmu frá, ég er vissum að það var hér allt í gær. Það er ekki hægt að finna nokkur skapaða hluti í þessu húsi. Nú er ég búinn að leita allstaðar en sokkarnir mínir eru týndir og verða týndir. Ljónið hefur áreiðanlega borðað á því þið þykir nefnilega góðu sokkar. Alltaf viljið þið kenna ljónunum.
Ef eitthvað er að þá er alltaf ljónin að kenna. Já, mér fannst það að minnsta kosti óviðeigandi þegar ljónið beit að mér stóru tána þarna einu sinni. Já, það er leiðinlegt að missa stóru tána. Já, Jesper, það gerir nú ekki svo mikið til, því að þegar þú ert í stífulónum þá sér það enginn. Ljónið er bara ekki eins og það ætti að vera. Ég skal segja þér það að ljónið er það algaglegasta húsdýr sem við gætum haft. Ljónið? Já, ljónið. Enginn þorir að koma og taka okkur fasta á meðan það er hérna í húsinu. Já, það veit ég líka ósköp vel. En það er bara ekkert gaman að láta éta sig þó ekki sé nema litlu leyti. Það vildi bara svo óheppilega til að ljónið var alveg sérstaklega svangt þennan dag. Og það er nú ekkert gaman að vera svangur á í við. Vel á minnst. Eigum við ekki bráðum að fara að fá eitthvað að borða? Nú er komin nótt og við erum ekki eins og farnir að borða middagsmat. Já, og veistu hvernig stendur á því? Nei. Það vegna þess að enginn vill búa til matinn. Já. Mér finnst að Jónatan ætti að gera það, því hann gerir aldrei neitt. Já, er nokkuð gagn í því að vera ræningi að maður þarf alltaf að vera að gera eitthvað. Annars bjó ég til matinn í gær. Já, þá getur Jesper búið til matinn núna. Það finnst mér ákaflega óréttlátt, því að ég borða minni en þið báðir. Ég bý ekki til matinn. Já, þá fáum við bara engan mat. Það finnst mér slæmt. Alltaf er það sama sagan. Enginn vill taka til og enginn gerir það. Og enginn vill búa til matinn og enginn gerir það heldur. Nú skal ég segja ykkur hvað við ættum að gera. Nú? Við ættum að fá okkur kvenmann í húsverki. Já, duglega ráðskonu. Og þá þurftum við ekkert að gera sjálfur. Já, einmitt, það er einmitt. Já, en það vill sjálfsagt enginn vera hérna hjá okkur. Nei, það vill enginn. Við gætum kannski rætt henni. Rænt henni, já. Já, en hún verður að vera dugleg við að hirða svín og ljón. Og hún verður að hafa allt í röð og reglu í húsinu. Hyrði, ég held ég vitum eina. Hver er það? Segðu það, fljótur. Við rænum Sofíu frænku. Já, því að ég hef heyrt að hún sé svo afskaplega dugleg að búa til mat og hafa allt í röð og reglu. Það er ágæt hugmynd. Já, hún er alltaf svo reið. Reið? Við ræningjarnir erum alla hræddir við eina kvensnift. Og það er annað sem er dettur í hug. Nú? Hvernig eigum við að fara að því að ræninni? Já, það verður engin hægðarleikur. Jú, sko, það er engin vandi. Nú? Við rænum henni strax í nótt. Já. Og við læðumst inn í bæinn og inn í húsi til hennar og svo rænum við henni á meðan hún sefur. Já. En ef hún vaknar? Jú, hún vaknar ekki. Þá er það ákveðið. Jesper, þú læsir dyrunum. Já. Eigum að taka ljónið með okkur? Nei, við tökum ekki ljónið með okkur. Það tefur okkur bara. Við skiljum það eftir í svefnherberginu. En lokaði vandlega. Já, og lyklar. Hafið lyklar? Lyklar hér. Já. Allt tilbúið. Allt tilbúið. Við læðumst hægt og hljótt á tám í hvert sinn við rænum. Í hvern persónu nú skal ná. Því nóg er starf í bænum. Og hafa skal hún fæði fín. Og finna allt sem nú er tín. Já, allir að læra að meta það mann alltaf Kasper og Jesper og Jónatan. Og ljónið skal hún leika við, því ljónið má ei saka. Og hún skal steikja kindakjöt og kökur fínar baka. Og busta okkar skástu skó og skaffi eldin brenni nóg. Já, við munum læra að meta það mann allir Kasper og Jesper og Jónatan. Já, það ætlum við nefnilega. Kasper, Jesper og Jónatan í ránsförinni miklu þar sem þeir stálu Sofíu frænku til að hafa nú einhvern í húsverkin. En það varð sneipu för eins og allir vita því Sofía frænka var ekkert lamb að leika sér við og ræningjarnir dauð sáu eftir öllu saman. Ævar Kvaran, Baldvin Halldórsson og Bessi Bjarnason léku ræningjana 3 í þessu broti úr leikriti Torbjörns Egner Kardemommubænum sem var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1963 en gefið út á stóri hljómplötu hjá SG árið 1970.
Í minningagrein sem Sveinn Einarsson skrifaði í Morgunblaðið haustið 2005 að Bessa látnum nefndi hann 2 af frægustu hlutverkum Bessa, ræningjan Jónatan í Kardemómubænum og Mikka Ref í Dýrunum í Hálsaskógi og sagði að það merkilegasta við þau hlutverk, skúrka og illmenna var að börnin í salnum héldu alltaf með Bessa. Þau elskuðu ræningjan Jónatan því þau skynjuðu svo vel væntumþykjuna í listsköpun Bessa. Og víst að Bessi hafði leikhúsgesti bæði stóra og smáa jafnan í hendi sér. Fræg sagan að því þegar Mikki Refur var einu sinni sem oftar búin að elta lilla klifurmús allt svið en náði honum ekki frekar en venjulega og þá gerði Bessi það í strákskap sínum að hann gekk fremst á sviðsbrúnina og öskraði yfir þjóðleikhúsið: Nú skal ég éta ykkur öll og pabbi ykkar og mömmu. Og aldrei hafði heill salur af börnum horfið jafn skjótt niður í sætinu þá. En nú skulum við snúa okkur aftur að appelsínu gulu plötunni með barnavísum Stefáns Jónssonar og hann fjalla hana ofurlítið lengur í huganum á meðan Bessi syngur lag Ingibjargar Þorbergs við Aravísur. Hann 8 ára trítill með augum mjög falleg og skær. Hann bara sætur, jafnvel eins hann grætur og hugljómur þegar hann hlær. En spurningum Ara ei auðvelt að svara. Mamma, af hverju himinninn blár? Sendi til okkur jólin, ömurleg sólin, eftir því hafa hundarnir ár. Bæði pappa og mömmu og afa og ömmu þreytir endalaus spurningasum. Hvar sólin nætur, því sykurinn sætur, að í getum þess skapaði Guð. Hvar heimsendir amma, hvar eilífðin mamma, pabbi, af hverju vefsátt ég skell? Því afi svo feitur, því eldurinn heitur, því eiga ekki hanarnir ekki. Það þykknar í Ara ef þau ekki svara og þá verður hann ekki rór. Svo heldur en þegja þau svara og segja: Þú veist það verður stór. Fyrst hik á svari þá hugsar hann Ari og hallar þá kannski undir flatt og litla stund þegir. Að lokum hann segir: Þið eigið að segja mér satt. La 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 Eitt af mörgum ljóðum Stefáns Jónssonar sem hefur lifað með þjóðinum áratuga skeið, Aravísur með lagi eftir Ingibjörgu Þorbergs. Ingibjörg söng það sjálf á sínum tíma inn á plötu árið 1954 og mörgum þykir sú útgáfa af laginu langbest. En þessi nú ekki síður góð með Bessa Bjarnasyni og telpnakór úr Melaskóla undir stjórn Magnúsar Péturssonar píanóleikara. Og með Magnúsi þarna voru úrvals hljóðfæraleikarar, margir hverjir sóttir í Sinfóníuhljómsveitina, Karl Liljendal á gítar, Gunnar Egilsson á klarinett, Kristján Þ. Stefensen á óbó, Sigurður Markússon á fagott og Jón Sigurbjörnsson á þverflötu. Þegar þessi plata kom út 1969 voru ekki til hér á landi nema örfáar stórar hljómplötur fyrir börn. 2 eða 3 höfðu komið út með Ómari Ragnarsinni og svo Dýrin í Hálsaskógi, þannig að platan með Bessa
og 15 vísum eftir Stefán Jónsson var sannarlega kærkomin viðbót í heim barnanna og hefur hljómað alla tíð síðan í útvarpi allra landsmanna. Við heyrum Bessa að lokum syngja vísur Stefáns Jónssonar kettlinguna Rönku sem rekur myndarlegt hænsnabú og litla fluga nota tækifærið og sendir ofurlitla kveðju með því lagi. Það eru hefðar frúrnar Gogga og Gagga í Hafnarfirði sem fá óskalagið Hænsnadans. Verði sæl. Hún Ragga rausnar kerling og rakveitt hænsnabú. Hænurnar urpu eggjum Sem áttu ég og þú. en svo var það einhverju sinni með svo lítið öðrum brag og röng það ríkt í minni hver reiddist hún þennan dag. Í hænsnakofa hennar Var haldið dandafar því haninn hann var ungur og hneigður fyrir hann. ein hænan hló út að eyrum hver haninn við dansa þú vel. Hún sagði þeim sýndist að fleirum sáu hans skautfjaðrast þér. Svo spilar hún sposk á nefið Spennandi tangó og vals. þá oft og stutt ort stefið Var stopp, gogg, gogg, gogg og gass. en haninn var kankvís og kátur með kambinum hljóðfallið sló og skarinn allur tók undir sitt alkunna gagagó. Þegar hæna hrifin starði Á hanan þetta sinn. hugsuðu eflaust allar Hann þó haninn minn. og heimsins sælustu hænur þær héldu sig allar jafnt. Af heimsins montustu hænstu var haninn montustu samt. Þá hélt hann ræðu haninn. Hann hóf sig upp á prik. Þið heiðruðu ungfrú hænur, já hlustið nú augnablik. Þið lífinu létt skulu taka og leik ykkur alla jafnt. Sjá, aldrei verpi ég eggjum, en ánægður lifi ég samt. Gleði tóm og glaumur og gaman lífi vel. Ef enginn verpir eggjum en allir skemmta sér. Og hænurnar gónd á hann glaðar og gögguðu margar. Sögðu og veltu þá vöngum. Nú verpi ég alls ekki meir. Þá ræðst í dyrnar Ragga. Hún reif Hvað þær nú upp að á sjá? bak. Ég svo Þar aldrei. alltaf skapar. Jæja, Hún skammaði voða hann. sjá það og hvílíka hallaris hænur. Já, nú held ég sjá ykkur lag. Og hvar úr ykkur eggin sem ég átt að fá hér í dag? Já, svo skalt þú, herra Hanni, nú hætta við þitt snapp. Og hér skalt þú ekki halda, þið húsbónda, ó nei takk. Hér ræður hún Ragga gamla, sem reynst hefur ykkur vel. Og fæðuna ykkur færir, þér fest ekki að sperrast þér. Þegar hæna hætti dansi, hugsaði Þetta satt. haninn hryggur sneyptur,
hallaði undir flatt. Já, hljóður var hænu skarinn og hópaðist út að vegg. Og þegar kerlingin kvaddi var komið við fyrsta egg.